Þá ætlum við að skoða browsergluggann sem staðsettur hérna vinstra megin í forritinu. Í browserglugganum þar að finna ýmsar valmöguleika varðandi þar sem við erum að teikna og við líka sjáum skipanir sem við erum að gera. Og við sjáum teikningar eða sketsa og líka þrívíddarteikningar inn í glugganum. Tökum smá dæmi, ég ætla að búa til skets, búa til eitthvað form, hring, vel vinnuflöt, bý til hringinn og ég taka bara mjög einfalt dæmi. Hérna er ég búinn að búa til skets. Ég ætla að smella hérna á hringinn og ýta á E-takkann á lyklaborðinu og extruda eða lyfta þessu upp í þrívídd og gera OK. Núna ef ég fer í browsergluggann þá sé ég að hér er komið body sem ég get slökkt á. Þetta er þrívíddarteikningin af hringnum og hér er sketsin hérna bakvið. Ef ég slekk á bodyinu þá er sketsin hérna bakvið. Það fer eftir því hvað við erum að vinna hverju sinni hvað birtist í browserglugganum. Við skulum skoða aðeins browsergluggann betur með því að opna verkefni sem er tilbúið og fara yfir lið fyrir lið. Ég smelli hérna á datapanel, tek þetta frá hérna og ég fer hérna niður og ætla að finna verkefni sem er búið að gera, hérna sem heitir verkefni 5, lampi. Leið á verkefni búið að opnast og loka ég hérna. Geymum þennan hér, kommandagluggann. Browserglugginn hefur marga eiginleika. Það er þetta rauninni vinna eða fara margar leiðir út frá browserglugganum. Og líka er browserglugginn nokkurs konar yfirlit okkar yfir hvað er að gerast í teikningunni. Eins og við sjáum hérna kassarnir hérna og það eru þrívíddarteikningar. Það er allt sem er búið að búa til í þrívídd. Þannig að ég smelli hérna á skoða og ég get smellt hérna á bodies og hérna undir þessu eru bodyin sem eru í þessum glugga eða þrívíddarteikningarnir. Þetta er botninn og ég get slökkt á botninum. Sjá hérna, slekk, kveiki. OK. Ástæðan fyrir því að þetta hérna body er ekki bara saman eða allar þrívíddarteikningarnir séu saman sem búið er að gera er svo að þetta er component, þessi hérna hluti, þessi hérna botn, þetta er einn component og það þýðir það að þessi hluti hérna, botnin á lampanum er orðin svona eins og sjálfstæð teikning og það er hægt að vinna með hana sérstaklega. Ég útskýri í öðru kennslumyndbandi hvað eru components og hvernig er þetta að vinna með components. En höldum áfram að skoða hvað er að gerast í teikningunni. Þetta er allt saman components hérna og þessi botn hérna sem er hérna undir, sem er undir örugglega ekki kveikt á. Ég ætla að opna hérna bodies. Ég teiknaði annan botn sem ég breytti síðan. Þetta var fyrsti botnin en til þess að geta látið sett svona hreyfingar og snúning á sem ég sýni ykkur aðeins og eftir að þá þurfti ég að láta þennan botn verða fastan. Þannig að hann færist aldrei og þess vegna er þessi litli pinni hérna. Og ég útskýri það líka í öðrum myndbandi sem fjallar og hreyfingar. OK, ég ætla að slökkva á þessu botn og opna og kveikja á hinum botninu sem þegar er í notkun. Sem er enda teikningin. Loka þessu hérna. Eins og þið sjáið þá get ég opnað og lokað. Og slökkt á með því að slökkva á perunum. Get slökkt svona og kveikt. Ef ég vil endurnefna hlutinn þá tvísmelli ég á nafnið og skrifa það nafn sem ég vil nota. Þetta á líka við sketsana. Ef við förum í skets þá get ég líka tvísmellt hérna á og gefið honum nafn sketsinu með því að breyta. Svo test. Svona. Þá er sketsin komið með annan nafn. Þá lokum við þessu. Ég smetla hérna. Næst ætlum við að skoða construction.
En það eru vinnufletir sem við búum til þess að geta búið til sketsa á þeim vinnuflötum. Ég ætla að útskýra það aðeins nánar. Í byrjun þá erum við með 3 vinnufleti sem við getum valið. Þegar við erum að byrja að búa til teikningu, við höfum ekki gert neitt. En þetta er ekki þeir vinnufletir sem við erum að tala um hér. Þetta eru vinnufletir sem við búum til hérna í Construct. Ok, ef við skoðum aðeins þessa vinnufleti sem þegar hafa verið búin til, þessi hérna var gerður hérna til þess að vinna í teikningunni og hérna ég slekki honum og hér er annar, þessi litli hérna. Ok, ef ég til dæmis smelli á þennan vinnufleti hérna og geri Create Sketch, þá get ég byrjað að teikna hér, akkurat á þessum stað. Stoppa hérna, Stop Sketch, sjá hvað við erum búin að gera. Ég þarf að fara að kveikja á sketsinum. Ég sjá núna að ég var að búa til þennan hérna flut. Ok, ég ætla að fara aftur og loka sketsinum, teikningunum. Skoðum aðeins hvernig við getum búið til Construct vinnuflöt út frá til dæmis flötum fleti. Ég smelli hérna á þennan flut hérna, fer sín í Construct og ég get gert bara, veljum bara offset plane eða að búið til vinnuflöt út frá þessum, en við ætlum að hafa hann aðeins frá, segjum bara 10 mm frá. Ok, sjáum við hérna að við erum búin að búa til vinnuflöt sem er 10 mm frá þessum hérna, þessar stöng, og hann er hérna. Velta þess aðeins til hliðar og við sjáum líka að hér kemur flöturinn og við getum smellt á þetta og skýrt þetta einhverju nafni. Ég ætla ekki að gera það núna. Svo getum við líka smellt á þennan vinnuflöt og gert Create Sketch og þá erum við raunin að teikna akkurat á þessum stað, 10 mm frá. Bara búin til hring hérna eitthvað þannig. Segjum bara þessar línu svona og Stop Sketch. Þetta hvarf af því að það er slökkt á sketsinum hérna. Sjá, nú er búið að búa til hring sem er hérna 10 mm frá. Þannig að Construct er rauninni vinnufletir til þess að hjálpa okkur að teikna hvar sem er eða þar sem við þurfum að teikna. Þá lokum við Construct, slökkum á sketsunum, svona, og við ætlum bara að ýta hérna á Home. Ok, næsti liður er Joints eða liðamót. Við skulum opna þann möguleika. Í fljótu bragði þá er þetta til þess að búa til ýmsar hreyfingar. Við getum, þið sjáið hérna bláu fánana hérna. Þetta eru hreyfingar sem eru í vinnufletinum og ég get farið og tvísmelta á til dæmis eins og hérna og þá get ég hreyft það sem ég er búin að búa til. Í rauninni fór hérna í Assembly og bjóð til liðamót. Og þegar ég er búin að búa til þá skipun þá birtist hún hér. Það er hægt að fara margar leiðir með þessi liðamót en það verður sýnt í sérkennslumyndbandi. Til þess að losna út úr skipunin ýtum við Enter. Það er hægt að hægri smella hér og þá sjáum við það koma ýmsir valmöguleika varðandi liðamótin. Sem sé áður þá förum við það í sérmyndbandi. Slökkum á Joints og skoðum Analysis. En þegar við förum og erum að greina teikningarnar okkar og til dæmis eins og hérna í Inspect þá er ýmsir möguleika varðandi greiningar og eftir hvað við erum að gera þá myndast hérna möguleikar sem koma hérna upp í Analysis. Til dæmis eins og þessi hérna skipun, ef við kveikja á þessu hérna, þá var verið að skera teikningunni í tvennt í rauninni til þess að sjá hvað er inni. Þetta er einhvers konar greining á þriðjuteikningunni. Það eru ýmsar greiningar í gangi og eins og áður þá eru sérkennslumyndbönd það. Næst heitir Origin, ég ætla að slökkva hérna á þessari greiningu, svona, þá kemur lampinn aftur. Þetta hérna eru upprunalegu vinnufletirnir sem við erum með. Þetta hérna eru ásarnir, rauninni rauða línan og bláa línan og X
í og Z-ás og svo 0 punkturinn sem þessi hérna í miðjunni. Get slökkt á honum og kveikt á honum. Ok, það slökk á þessu. Hér erum við með view eða sjónarhorn og ég greinilega búinn að búa hérna til 2. Þetta eru upprunalegu sem koma frá forritinu þegar þú ert bara að stofna nýtt skjal. En hér er eitt view sem heitir test sem ég er búinn að gera og svo mitt view sem er svona. Ok, en við getum bara búið til okkar eigið sjónarhorn, hægri smelt hérna uppi og búið til nýtt. Og ég smelli hérna inn í nafnið og skrifa bara test 2. Og þetta eða smetla á borðan. Ok, þannig að þetta er varðandi sjónarhornin. Í document setting get ég farið hingað og farið í units og change active units. Þá get ég breytt í aðrar mælieiningar og hérna eru þeir valmöguleikar. Lokum þessu. Gerum cancel. Efst í browserglugganum sjáum við þennan glugga hérna. Ég ætla að loka hérna document settings. Við getum slökkt hérna á perunni á öllu verkefninu, öllum layerum, öllum hérna komponentum og þrívíddarteiningum. Við sjáum hérna lítið hak hérna sem stendur active component. Í rauninni er allt verkefnið aktíft. Ég ætla að útskýra þetta þess nánar ef ég smelli hérna á til dæmis botn hérna og við sjáum það er lítið hak hérna og ég smelli á það, þá er ég bara búinn að gera þetta aktíft. Þannig að í rauninni er ég búinn að partinn slökkva á öllu öðru nema bara þessu hérna. Þetta er í rauninni hjálpa mann að fókusera á ákveðna hluti þegar maður er að teikna. Ef ég vil fara tilbaka og kveikja á öllu, þannig að öll teikningin verði aftur aktív, þá smelli ég hérna á litla hakið hérna uppi. Ég get valið annan og látið armur 1 verða aktív og þá er í rauninni bara að fókusera á þennan arm í teiknivinnunni. Ok, ég ætla að smetla aftur hérna, svona. Við erum náttúrulega ekki búin að fara yfir allt sem tengist browserglugganum. Það er margir flóknir möguleikar eftir, en þetta er svona ágætis byrjun til að skoða út á hvað hann gengur. Við munum vera með sérmyndband þegar við hægri smellum og hvaða möguleikar eru hérna í boði. Takk fyrir.